Í því að Húsaskjóli höfum tekið eftir því að fólk byrjar ansi oft á röngum enda þegar kaupir fasteignir. Það byrjar að skoða, finnur draumaugnina og kemur til okkar yfir tilboð. Þá kemur bara því miður allt of oft í ljós að viðkomandi ekki tilbúinn til að kaupa. Hann ekki búinn greiðslumat, hann ekki búinn verðmat á sínu, hann að selja og hann stendur nefnilega að vera vígi ef fleiri en einn að gera tilboð. Af hverju það? Jú, vegna þess að þegar þú ert að gera tilboð og þú ert ekki búinn að gera þessa grunnvinnu, þá tilboðið eiginlega bara hálfgert loft. Seljandinn hefur ekki hugmynd hvort þú getur staðið tilboð og keypt eignina ekki. Það svo einfalt. Því færri fyrirvarar tilboði, því meiri líkur þú fáir hana og jafnvel á lægra verði. Það alltaf best að byrja á byrjuninni. Fá okkur í verðmat, fara í bankann og greiðslumat og hreinlega setja sín á sölu til að vita hvers virði eignin í raun og veru. Vegna segjum að þú fáir greiðslumat upp á 50 milljónir og við verðmyndum þína á 30 milljónir. En síðan kemur ljós að markaðurinn bara ekki tilbúinn að borga meira en 28 milljónir. Þá spurningin, gengur Excel-skjalið upp? Hefur svigrúm til að lækka eignina í 28 milljónir og tryggja draumaeignina? Þannig að enn og aftur langar okkur að hamra á mikilvægi þess að vera vel undirbúin áður en lagt af stað. Því að það rosalega svekkjandi að ná ekki að klára að selja sína innan frestsins, jafnvel ekki greiðslumat en vera búin að finna draumaeignina og jafnvel taka krakkana með að skoða hana. Og þurfum svo að segja við þið, sorry, við fórum aðeins fram úr okkur og við ætlum ekki að flytja. Ef þú vilt vita meira fasteignamarkaðinn, kíktu á okkur samfélagsmiðlana eða á nýju heimasíðuna húsaskjól.is þar sem við erum reglulega að setja inn fræðslutips og fréttamála. Hlökkum til að sjá þig.